Góðan daginn vlog og velkomin í aðra helgi í lífi. 2 år. Ja, bitte. 2 år. Ertu að keyra? Bíp, bíp. Ólíu, hvert eru við komin? IKEA. Hæ. Om 2 år. Þetta er á IKEA. Ok, við erum sérst mætt fyrir þann IKEA af því að ég er að fara að gera kaffibar. Ég talaði um það í senstu vloggi, ég ætla að gera kaffibar og ég fann eitt sem að ég held að sé cute, kostaði 12.000 og ég hugsa að ég geti lakkað það hvítt, þá væri það ógeðslega sætt. Þannig að við ætlum að skoða það allavega og skoða eitthvað svona fyrir það. Þú átt svona. Og ef að þessi hér myndi ná svona hingað, þá er þessi alveg flott, bara svona einföld, en hún er alltaf há. Það er það sem að ég var að spá í. Held að lengdin sé góð og svo myndi ég lakka þetta hvítt til að matcha við restina. Held ég, kannski er það flott svona. Bara kaffivélin, krukkur. Ég vil taka annað. Ok. Sterkur. Roar. Wow! Heppin! Ég var komin aftur heim. Brynjar skreppi í sund. Hún langaði svo að fara í sánu og kaldabotinn. Þannig ég og Oliver erum bara hér. Hann er að skemma. Þeir sem eru ekki fylgja bara TikTok, þá er ég að gera svona 30 days hard, eiginlega samt soft, fyrir þá sem að vita eitthvað munin. Þetta er lífmiðarnir mínir, ég er á degi 5. Hann er að taka lífmiðarna hér sem eru neðst, þannig að hún finnir sér eitthvað annað að gera núna. En fyrir þá sem vita ekkert hvað það er, þá er þetta basically, þú veist, ég geti googlað og séð, en þetta er basically bara challenge sem ég er að taka í 30 daga og svona helstu reglunar eru borða hollt, drekka mikið vatn, ekki drekka áfengi, ekki borða nammi. Hvað ætli að gera? Æfa mikið og bara eitthvað svona fleira. Og ég er á degi 5, ég er búin að vera ógeðslega dugleg. Ég er ekki búin að leyfa mér neina svindlmáltíðir, ég er búin að fara á æfingu alla daga, ég er búin að drekka ógeðslega mikið vatn, ég er búin að lesa, það er líka partur af þessu. En það er sem sagt hægt að skipta þessu í hard og soft og ef þú ert í hard þá ertu bara að fylgja þessu bara alveg og ef þú feilar þá þarftu að byrja upp á nýtt. En guð, ég myndi ekki byrja upp á nýtt sko þótt ég myndi feila. Ég er að spá, ég leyfa mér í kvöld jarðarber með svona súkkulaðihjúp. Það er ekkert eitthvað ógeðslega óhollt, þú veist, það er bara smá súkkulaði og jarðarber er alveg holl. En ég er að spá að ég fá mér smá munch í kvöld af því að Óli er að fara í næturpössun til mömmu. En ég og Brynjar ætlum bara að vera í cozy í kvöld og ég ætla að græja það sem við vorum að kaupa. Þetta er sem sagt hillan og ég ætla bara að setja hana saman þegar Ólafur fer. Hún á semst að vera hérna eða ég færi ískopinn hingað og hefði hana hérna milli. Ég veit það ekki, ég þarf bara að finna stað fyrir þetta. Ég er alveg stressuð að þetta verði ekki flott þarna, en þá kannski, ég veit ekki, ég ætla að reyna að láta þetta virka. Talandi um kaffi, þá er ég að pæla að fá mér kaffi núna þótt að klukkan sé 3 og ég fæ mér aldrei kaffi eftir svona 2. Óli er sérst vaknaði klukkan 3 í nótt út að hann sofnaði rosa snemma í gær. Hann vaknaði 3 og ég var frammi með honum til 7 og ég fekk mér kaffi, þú veist, klukkan alveg klukkan var 5:30 þegar ég fekk mér kaffið og síðan lagði ég mig og þú veist þannig að mér líður ekkert að sé búin að fá mér kaffi í dag út af því ég sofnaði aftur. Þannig að ég ætla að fá mér kaffi og ég ætla að nota hérna það sem ég er búin að vera að nota síðan í senstu myndbandi Nescafé Gold og þá þarf ég að sjóða vatn. Ég gera smá IKEA-hóla meðan við erum að bíða eftir að kaffið mitt vatnið sjóði. Ég keypti alltaf stóran poka en keypti svuntu eða svona ermasvuntu og málingu fyrir Oliver. Svo keypti ég nýtt lag á rúmið hans Olivers af því hann á bara 1. Nýr
mjólkurflóari, en kaffivélin sem við ætlum að kaupa okkur samt með mjólkurflóara, en við ætlum ekki að kaupa okkur hana fyrir kannski svona lok október. Og svo keypti ég 3 kerti, ég keypti uppáhaldslyktina mína sem svona vanlega lykt, svo keypti ég uppáhalds haustlyktina mína, ég held þetta sé hún, líka kemur alltaf með þetta kerti á haustin í gulliti og rauðu. Oh my god, þetta er svo mikil haustlykt, þetta er svona eplakanil, já, eplakanillykt, ógeðslega góð. Keypti ég, sko, þetta er líka eitthvað haustkerti hjá þeim. Ég var ekki viss hvort þetta væri lyktarlaust kerti eða ekki, af því ég finn enga lykt af því. Kannski er þetta lyktarlaust sem er smá lame. Það er svona smá lykt af þessu. Ok, minniskortið fylltist á myndavélinni þannig ég þurfti að stoppa og tæma hana aðeins, en mjög gott, ég notaði nýja mjólkurflóarann sem ég keypti, virkar 1000 sinnum betri. Okkur var hann svo lélegur þannig að hann flóaði alla mjólkina. Íbúðin er vægast sagt í smá drasli. Ólafur var að kasta öllu dótinu sínu úr kössunum. Heyrðu nú mig. Hvað ert þú að gera? Passa sig. Passa sig. Ha? Hvernig? En ég var að færa þetta hingað inn. Þetta var í herberginu Ólafurs. Ég var að færa þetta inn í hana litla skrifstofuherbergið. Færði líka tjaldið hans inn og setti leikriðir hans inn í það. Og eldhúsið hans er bara búið að vera hérna. En þetta er sérst herbyggi sem við erum ekki búin að snerta þetta herbyggi. Við erum eftir að mála það, við erum eftir að gera bara allt hérna. Einu sem er búið að vera hérna er elsku tölvunars Brynjars. Ég vildi aðeins gera pláss í Ólafurs herbyggi út af því ég er í svo miklum pælingum með það núna. Hérna var bókahillan. Hérna var bókahillan og hérna var tjaldið. En nú er ég að spá í að breyta og gera eitthvað annað hér. Ég á eftir að kaupa gólfmottu, ég á eftir að setja upp hérna myndir og kannski setja gluggatjöld svona síð hér. Svo ég á eftir að setja aðra ljósakrónu. En ég langaði bara svona aðeins að gera hérna að því ég er svo miklum pælingum núna. Eins og ég sagði í senstu myndbandi þá erum við, við erum eftir að gera alveg mikið hérna í íbúðinni sem við ætlum bara að gera hægt og rólega núna í haust og taka alltaf eitt rými í einu svo ég sé ekki svona overwhelmed. Ég gat ekki beðið með þennan kaffibar út af ég fæ mér kaffi hvernig degi og bara er svo haustlegt að vera bara með þessa kaffibar og við erum með kerti og þetta er kerti sem ég var að reyna að sýna ykkur á hann. Svona gult með svona krukku. Ég er að pælja að hafa eitt að þessum kertum á kaffibarnum. En ég get svona haft kveikt á því og svona kósí. Ég ætla aðeins að laga til og svo fer ég til mömmu með Oliver og sæki lakk og spasl og eitthvað svona því ég er líka að fara að gera eitthvað annað sem ég skal sýna ykkur eftir. Þannig já, sjáumst á eftir. Við vorum að koma heim úr búðinni, keyptum jarðarber og hvít súkkulaði og 2 svona súkkulaði, maður setur þetta í heita mjólk og svona kakóbomba. Við erum að fóka það eftir. Brynjar að borða vengi. Og við erum að horfa á Monsters. En ég sótti málningadót til mömmu og ég ætla bara að byrja á því að setja þetta saman á meðan við horfum. Og svo er ég með hérna krosta Monika í ofninum. Bara 20 mínútur yfir 8. Mér líður svona 10 því ég er búin að gera svo mikið. Við erum að horfa á þarna Menendez bræður þættirna Monster. Ég er svo invested og við erum bara einn þátt eftir. Við ætlum að taka hann á eftir. Morgun ætlum við að fara á æfingu. Ég fór ekki á æfingu í dag og mér líður smá illa yfir því og ég er að taka hann 30 days. Hard, soft eitthvað. Og ég fekk mér smá óholt núna og mér er bara leið ekki vel eftir það. Ég veit ekki. Ég valdi samt ég keypti mér frosna súrdegspastry og annað krosta Monika í staðinn fyrir að koma með Megavíku Dominos og ég keypti mér
protein puff í staðinn fyrir að koma með ostapaf. Ég veit ekki hvort að ég ætla að spara jarðarberinn fyrir morgundaginn og kakaóið. Mér finnst ég er búin að fá svolítið mikið í kvöld. Ég ætla að klára að mála. Sjö, þetta er alveg að koma vel út. Ég ætla að klára að mála og leyfa svo að þarna í nótt og ég skal sýna ykkur á morgun. Góðan daginn. Klukkan er alveg 12 og ég ákvað að sofa út í dag. Af því það er ekki oft sem maður fær næturpausun. Það er ekki oft sem maður fær óbrotinn svefn og fær að sofa út. Þannig að ég ákvað bara að sleppa æfingu og fara og bara chilla, njóta. Þetta er það þægilegasta sem ég veit um. Ég er með svona gel aloe vera púða undir augunum og að rúlla yfir þá. Þetta er svo þægilegt. Það kemur svona óslega svona kulda tilfinning. Eða svona gett mikil kæli tilfinning. En ég held að mamma sé bara að koma Ólafur eftir smá. Þannig að ég er bara að fara að klæða mig. Ég ætla að sýna ykkur kaffibarinn og heyrðu, já, gerði þetta annað í gær líka eftir að hitta að taka upp. Ólafur er semst með svona stól og ef ég finn mynda á hann skal ég setja hvernig hann var. Hann var svartur nema það, hann var svona hálf, ég var búin að skrapa málninguna, svartu málninguna af svona hálfum stól þannig að hann var svona mislitaður og ógeðslega sjúskaður. Þannig að ég málaði hann bara hvítan. Ég held ég þurfi ekkert að fara aðra umferð, hann þarf ekkert að vera fullkominn, mér finnst hann bara að vera nógu fullkominn svona. Svo er kaffibarinn hérna. Kaffiskiltið, Neskaffið. Já, eftir, sko, ég setti síðan allt bara svona sírópsdæmið hér. En ég var eftir náttúrulega að gera svona, þú veist, þetta er bara það sem ég hendi upp í flýti. Mér vantar svona gæja fyrir hylkin og kannski flottari krukku fyrir þetta. Kannski hef ég þetta hérna og svo ætlum ég náttúrulega að kaupa aðra kaffivél. Þannig ég þarf að fara aðeins að skoða á Amazon og eitthvað svona hvernig ég get gert þetta meira cute. Sko þetta stækkar eldhúsið alveg fyrir eitthvað mikið. Mér finnst eldhúsið lúka stærra. Ég myndi bara alltaf hérna, ég ætlaði að hafa Happy Hydrate líka einhvers staðar svo ég þurfti ekki alltaf að finna í skápun á mér í. Ég vilja hafa það bara í hana tímabundið, en í neðstu hillunni. Þannig ég get bara gripið mér í. Kökurnar eru sko sjúklega þunnar en það eru mjög góðar, þetta er svona söfnukökur. Haustkertið og ég er bara að fara að edita þetta vlog og ætla að setja það upp og já, þetta er bara mjög rólegur sunnudagur hjá okkur þannig ég ætla ekki að taka meira upp. Takk fyrir að horfa, subscribe, like og sjáumst næst.